Guðmar Líndal lék sama leik á í gærkvöldi og núna tvöfaldur sigurvegari í úlingaflokki og það var gæðingakeppni núna, Guðmar, til hamingju með það. Takk fyrir. Þar varstu með hann Freyðir, þekktan gæðing. Hvað geturðu sagt okkur hann? Ég sé hann hefur verið notalegt hérna núna að bíta græs. Þetta bara ótrúlegur hestur. Búinn að vera núna í meiðslum í 1,5 ár og bara rétt að koma tilbaka. Hvernig meiðslum? Ég man það ekki alveg, en það bara hvíslband. Já, var hann sem brasa með það? Já, búinn að vera, þetta svolítið erfitt búið að vera. Það eins og með aðra íþróttamenn, það getur ýmislegt komið upp á. Já, þetta bara íþróttamenn, sko. Hvernig leið þér inn á úrslitunum? Mér leið vel, en þetta var alveg helling sem hægt að laga. Tókstu ekki alveg eins og þú vildir? Nei. Varstu hræddur að vera detta niður sæti? Já, ég var það. Mjög. En var það ekki notalegt að heyra nafnið sitt í lokin og geta fagnað? Það var æðislegt. En núna í gær þá fékkstu peningaverðlaun, núna færðu engin peningaverðlaun. Ertu alveg ennþá ákveðin í að geyma allan peninga til að veikast bíl? Já. Það er bara safna. Ekkert mál. Bara áfram. En hvað ætlarðu að gera? Þú fékkst enga pening fyrir Freyðin, er þetta stærri sigur en hitt fyrir þér? Já, mér finnst það. Mér finnst það. Af hverju þá? Mér finnst bara stærri umgjörð með þetta. Mótið snýst aðalega með þetta. Gæðingakeppna. Já. Og þess vegna finnst mér þetta vera stærri sigur. Og hvað, núna ferðu heim sennilega eftir, er það ekki? Jú. Hvað tekur við? Það var bara að skipta gír og gera sér klár fyrir Íslandsmót. Já, það er Íslandsmót barn og unglinga næstu helgi? Já. Þú ert náttúrulega að fara þangað? Já, sjálfsögðu. Mikið af hestum? Ég held sem, 5-6, alveg mikið. Og hvað ætlarðu bara að vera alltaf á hestbaki? Er ekkert annað? Jú, maður tekur svo frí eftir Íslandsmót. Já. Þá heldur maður að fara í skellisfrí. Já. En hestaferðir þær? Já, gæti alveg verið. Já. Og fara í eina. Það er svona frí hestamannsins að fara í hestaferð? Já, það er reyndar, við stundum það ekki mikið. Nei. En við sjáum til. Já. Guðmar, til hamingju með flottan árangur á mótinu. Ég segi bara gangi þér vel á Íslandsmóti barna og unglinga og góða ferð heim.